Plönturnar sem við erum að gróðursetja eru yfirleitt framleiddar í 3 bakkastærðum. Við erum með 67 gata bakka, sem þýðir þá að 67 plöntur, og síðan við með 40 plöntur í bakka og síðan erum við annarkvort með 35 eða 24 gata bakka. Fyrir þessa mismunandi bakkastærðir eða bakkagerðir þarf mismunandi gerðir að geispa. Þessi geispa er 45 mm og er akkúrat passandi fyrir plöntur í 40 gata bakka. Þannig að þær bara akkúrat passa í gegnum rörið. Ef þú ert náttúrulega með minni geispu þá náttúrulega kemst plantan ekki niður í gegn. En ef þú ert með allt of stóra geispu, sem eru þá kannski eins og næsta stærð fyrir ofan sem gæti verið 55, að þegar þú gróðursetjur með svoleiðis geispu að þá situr plantan oft mjög laus í holunni og það er tímafrekt og mjög erfitt að þjappa að henni þannig að hún sitji vel í moldinni. Þess vegna er mikilvægt að menn séu með réttar stærðir af þessum geispum. Geispan sem slík er ekkert mjög flókið tæki en samt eru svona ákveðin atriði sem er ágætt að vita af. Að það er til dæmis þetta fótstig sem maður þarf ofta að nota. Að það er hægt að stilla upp og niður, þannig getur þú stjórnað hversu djúpt plantan fer í jörðu. Áður en maður leggur á stað í gróðursetningu er hins vegar mjög mikilvægt að undirbúa framkvæmdina vel, byrja á því að velja sér góðan skófatnað, bera á sig vel af sólavörn, síðan er ágætt að fá sér headphone og hlusta á einhverja glaðværa tónlist meðan gróðursetningin fer fram. Nú, jæja, hér erum við að gróðursetja staðafuru í jarðunni land. Þetta var tætt með tætara síðasta haust og með því móti fæst ákaflega góð jarðvinna. Þetta virkar vel í svona hrísmóa eins og hér. Þegar maður gróðursetur svona plöntu að þá er ágætt að vera búinn að horfa strax fram fyrir sig og ákveða hvar maður setur næstu þegar maður stígur hér fram. Ef við erum að planta 3000 plöntum að þá er þetta nálægt því að vera 1,8 metrar á milli plantna. Þá er gott að taka eitt skref, horfa hvar maður ætlar að setja næstu, setja hana niður hér, stíga einu sinni eða tvisvar vel að. Það er eitt skref og næsta. Og það sem þið sjáið hér er að plantan hún bara rétt nemur við yfirborðið á jarðveginum. Og í rauninni er það of grunnt að við viljum fá plöntuna það djúpt að við sjáum helst ekkert í hnausinn. Opnum geispuna. Ef maður er með réttan stærð af geispu að þá svona nánast situr plantan föst og þessi planta fer nógu djúpt, þannig að þá er bara að stíga að henni. Stundum er hægt að tipla á tánum í kringum hana en oft dugar nú bara ein góð þjöppun og þá situr hún föst og hún situr pikkföst. Þessa viljum við hins vegar ekki hafa svona. Þannig að það er ekki annað að gera ef maður lendir í því að gróðursetja of grunnt. Það er bara að taka plöntuna upp og setja hana aftur á annan stað. Þegar plöntur eru gróðursettar er mjög mikilvægt að þær séu vel blautar. Að vatnið eigi hreinlega að drjúpa af þeim þegar þú kreistir hnausinn létt. Og þetta getur skipt alveg gríðarlega miklu máli upp á að plönturnar lifi áfram í móanum. Því ef að plönturnar eru þurrar þegar þau fara út og síðan kemur þurrkatíð í framhaldinu, þá er það eiginlega dauðinn vís. En með því að hafa þær vel blautar þegar þær fara niður, þá er málunum oftast bjargað. Þegar menn eru að gróðursetja þá komast menn yfirleitt upp í einhvern svona gróðursetningarryþma. Ég sting stafnum niður og opna og setja svo plöntuna. Það sem skiptir máli er náttúrulega eins og áður hefur komið fram að plantan sitji vel í sinni holu. Nú erum við hætt að gróðursetja í jarðunna landið og erum komin í flagmóa
sem býsna algengur og þegar við erum ekki lengur með rásirnar að þá þurfum við að velja gróðursetningarstaðina kostgæfni eins og svo sem áður. En í flaggmóanum eru nokkur atriði sem við þurfum að hafa mjög í huga. Og það kannski í fyrsta lagi það sem bannað í flaggmóanum. Að við höfum alla þessa mold og við fyrstu sýn gætum maður haldið að þetta væri alveg draumastaðurinn að gróðursetja í þessa opna mold. En það sem sagt mjög varasamt og ástæðan fyrir því að það þessi mold hérna að það nær engin gróður að festa hérna rætur út af frostlyftingu. Þannig að planta sem fer í svona opin hérna moldarflög að þær plöntur munu frjósa upp og næsta vor mundu plöntunar einfaldlega liggja ofan á moldinni og vera steindauðar. Þannig að við gróðursetjum alltaf það sem gróður fyrir. Og þá gæti verið freistandi að fara á næsta stað, svo maður þurfi nú ekki að beygja sig mikið, að það að fara í toppinn á þúfunni. En það líka mjög vondur staður, af því að á toppnum á þúfunni náttúrulega vindálag og sem líka að þúan miklu þurrari heldur en lægðinar á milli þúfnanna. Og þá erum við aftur komin að þessari þúfu. Ef það nokkur kostur, að þá gróðursetjum við sunnan við þúfuna frekar heldur en norðan við hann. Sunnan við þúfuna nýtur sólu betur og plantan hefur það betra. Þannig að hér, í þessu tilfelli, færi plantan hér í gróið land, sunnan við þúfu og þessi planta mundi dafna og hafa það gott. Hér erum við að gróðursetja í land þar sem talsvert af sjálfsánu birki. Í nágrenninu ágætur gróðursettur skógur frá 1980. Þannig að birkið svolítið farið að sjá sér hérna út í móan. Og við náttúrulega tökum tillit til þessara birkiplantna sem eru þegar komnar. Og förum ekki nær birkinu heldur en einhverja 2-3 metra. Byrjum síðan aftur í röðinni hinum megin við það. Hér erum við að gróðursetja í þetta jarðuna land og við erum að gróðursetja í rásir. Þannig að plönturnar eru mjög vel sýnilegar í þessu landi sem við erum í. Þannig að hér til þess að gera auðvelt að bera á plönturnar eftir gróðursetningu. Oftast gerir maður nú það að maður með áburðinn í einhvers konar bauk eða dunk með sér á gróðursetningabeltinu og ber á hverja plöntu jafn óðum og maður gróðursetur. En hér getur maður gert þetta eftir á af því hvað plönturnar sjást vel. Áburðurinn getur hjálpað plöntunum náttúrulega gríðarlega fyrsta árið að það fái alltaf það næringu sem þeir þurfa fyrsta árið. Áburðurinn sem við erum að nota yfirleitt fjölkorna áburður sem þarf að innihalda bæði köfnunarefni og fosfór og það yfirleitt tala að það sé ágætt að hafa köfnunarefnis innihaldið frekar lágt á móti fosfór innihaldi. Þannig að í þessu tilfelli erum við hér með blákott sem þá frekar lágt í köfnunarefni og frekar hátt í fosfór. Magnið sem við erum að bera á hverja plöntu svona 10 grömm plús, getum við sagt. Það svona það bil sléttfull matskeið sem þarf á hverja plöntu. Hins vegar áburður svolítið vandmeðfarinn, þannig að maður þarf að vanda áburðargjöfina mjög vel. Ef maður ber á of stóra áburðarskammta, að þá einfaldlega þorna plönturnar upp og steindrepast. Þegar við berum á mjög mikilvægt að áburðurinn fari ekki allur í eina hrúgu fast upp við plöntuna, heldur þarf að strá honum aðeins svona nokkra sentimetra frá plöntunni. Þannig að áburðargjöfin ekkert síður mikilvæg að vanda til hennar alveg eins og með gróðursetninguna.